Ég kýs ekki. Ef ég á að segja alveg eins og þá verð ég alltaf frekar kvíðin fyrir kosningar. Og ég hef þess vegna ekkert alltaf kosið, en ég veit að það ótrúlega mikilvægt að nýta kosningaréttin sinn. Mæta á kjörstað og kjósa fólki sem berst fyrir því að réttindi mín í samfélaginu verði bætt. En mér líður samt alveg eins og fólk eigi eftir að dæma mig þegar það sér að ég mætt til að kjósa. Og ég þurfti alveg að mana mig upp í það þegar ég fór síðast á kjörstað í seinustu alþingiskosningum. Og þá mætti ég sem sé gömlum skólafélaga sem spurði hvað ég væri eiginlega að gera þarna. Þau veit eins og væri margt að ræða og ég sagði hann að ég væri að fara að kjósa og þá horfði hann mjög skringilega á mig. Og svo þegar ég kom að skráningaborðinu þá hikaði starfsmaðurinn og þurfti eitthvað að ræða við samstarfsfélaga sinn áður en hann rétti mig kjörseðilinn. Þá leið mér bara eins og ég ætti ekki að vera þarna. Þetta hljómar eins og fáránleg frásögn úr öðrum veruleika, en þetta raunveruleg upplifun sumra fatlaðra einstaklinga. Það ekki í lagi að fatlað fólk mæti hindrunum og fordómum í kosningum. Þú getur hjálpað með því að skrifa undir.